að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og þá komið yfir í körfuboltan og línuna komin Finnur Ingi Stefánsson, þjálfari karlaliðs KR sem eru einmitt Íslandsmeistarar og gott betur það. Komdu heill og sæll félagi. Sællunur. Hvernig hefur það? Já, bara prýðilegt það var svona. Herðu, nú náttúrulega hausti byrjað og allt fjörið í körfinni, 2 fyrir búnar og þið sittið á toppnum. Já, þetta svona er að skríða stað. Þetta er svona bara spennandi, þeir ekki búnar, þannig að þetta er svona ekki mjög margt þetta það. Nei, nákvæmlega. En eftir fyrstu 2 umferðinar þá ertu búin að vera án svona lykilmanna, en það virðist ekkert vera að hindra ykkur stórveldið þarna í Vesturbænum. Nei, við erum bæði líkil tími til undirbúkur og eftir leikina með landsliðinu í haust og sem var vatnar Jón Pavel og bandaríski leikmaðurinn lenti bara morgun og setni leiknum okkar. Það var náttúrulega þetta búið að vera svolítið strempið að þessu öðruvísi en ungu strákurinn okkar hafa staðið vel upp og sýnt í hvað þeim býr. Þannig að við höfum verið að fá reglulega unga og efnilega strákur gegn mjögflokkastarfið okkur upp meistaralokin og strákar sem að spila okkur og fara svo út í atvinnumennsku eða skóla og koma síðan aftur svona Jón. Þannig að þetta er kannski bara svona rökast áfram landhalda á því sem eru búin að gera undanfarinn áratugir. Af þessum ungu strákum í KR eins og Martini Hermannsson og fleirum, þetta eru strákar sem að þú ert búin að vera að þjálfa líka svona í yngri flokkum, var það ekki bara meðal annars bara í minnibolta og gott betur en það? Jú, ég maður alltaf búin að þjálfa hérna í askoti mörg ár. Ég manna ekki alveg hvað mörg ár röð sem maður búin að þjálfa í KR, hvort ég sé og komin eitthvað vel á annan tuginn, 15, 16, 17 ára eða svo. Þannig að maður er búin að vera kringum marga og sem maður hefur þjálfað í fleiri en 1, 2, 3 ár og aðra hefur maður verið í kringum. Þannig að maður hefur séð á litlir. Ég held að bæði Arnór og Þórir byrja að æfa hjá mér í byrjendaflokki fyrir alltaf mörgum árum. Þannig að maður er svona búin að sjá að fara upp á það stíðan og þeir hafa notið leiksögnar margra góðra þjálfara á síni leið, þannig að þetta er svona samvinnuverkefni okkar sem hefur verið að þjálfa í KR. En svona hjá KR þar ertu með mitt eins og þú ert að tala um þess að ungu stráka, er það kannski þegar þú ert að gefa þeim mitt eins og núna tækifæri þegar vantar svona líki leikmenn og fleira, er þetta bara fá þeir þannig sér sjálfstörust, þeir hafa svona gott að því að æfa með þessum sterkustu mönnum sem eru landsliðsmenn og fleira? Já, engin spurning. Það er alltaf að við spilum bara svo marga leiki hverju ári, þannig að við æfum 5 sinnum í viku, þannig að það er svona Þórir er svona kannski strákur sem maður fleiri þekkja, en bæði Arnór og Villi eru strákur sem hafa verið í meistaraflokkum 2 og 3 ár og hafa verið á hverju einu æfingu að spila móti og dekka fyrir atvinnumenn eða stórstjörnur í íslenskum körfubolta. Þannig að það sem alltaf hægt og rólega alltaf kemur svona sekkur inn alltaf þessi gæði og þeir læra af þeim og það má rósa eldri leikum okkar, þeir eru duglegir að segja þeim til bæði á neikvæðan hátt. Þannig að þetta er svona ákveð uppbyrð sem á sér stað og alltaf svo þegar þeir mætið á gólfið í leikunum þá kannski eru þeir ofta tíma að spila á móti leikmanni sem kannski ekki betra en þeir sem búin að spila á móti æfingu 5 vikum. Nú hefur mikið verið gagnrýnt samt sem áður í gegnum tíðina unga og efnilega leikmenn í körfuknattleik á Íslandi hingað til sem að hætta jafnvel og snemma, þeir eru efnilegir en ná svo ekki lengra. Er það meðal annars kannski að þeir gefast upp þegar að spila móti þeim sem eru erfiðari eða hvernig, veistu hver er skýringin á bak við það? Ég held að þetta er oft skortur og þolumæði. Alltaf segi sér sjálft og það alltaf meistarflokkarnir hafa aldrei kannski það mikið pláss að geta tekið í leikmannum okkur einasta ári upp úr undirflokkunum í einhverja spilarótringu, því að hann alltaf segir sjálft að leikmenn endast lengur í meistarflokki heldur en að fjöldi leikmanna sem kemur upp, þannig að það alltaf myndar svona okkur alltaf flösku háls að þú kemur upp. Það er alltaf kannski vantar oft þolumæðina að vera tilbúin að taka á því, vera tilbúin að leggja á því og
og þú náttúrulega þarft til þess að fá að spila, þá varst það náttúrulega að vera betri en strákarnir sem undan. Þetta er alltaf að fá tækifæri við, en náttúrulega ef það eru leikmenn í liðinu sem eru betri þú og fleiri en fleiri í þínu stöðu, þá fannst þú bara að leggja harðar að þér og býða þér eitt á tækifærinu. Þannig að það er svolítið svona á viðlóðandi núna á Íslandi að það eigi bara allir að fá að spila strax og þótt að menn séu jafnblótt að menn séu ungir efnilegir, þá það bara ekki alltaf þá er menn ekki alltaf klárir. Þannig það kom oft ljótur og leiðilegir ávanir upp ringaflókanum. Það þurfa að dekka fari leikmenn oft og mann komast upp með það að spila lélega vörn sérstaklega og svo kemur náttúrulega mest af okkur þú ertu böstaði strax af svona klárum líka landslæskum strákum sem hafa gert þetta í mörg á, þannig að þolum eitthvað sem hvað er verst að kenna þessum ungu strákum, en að þeir sem eru þolum það eru þeir sem ná lengst. Já, nákvæmlega. Sem vindur kannski úr aðeins karlaboltanum yfir í kvennaboltan. Nú er búið að vera mikil umræða oft kvennakörfuna að það er alltaf uppbygging og fleira, en svo eru bara liði í vandræðum með að við náum valla í 10 manna deild lengur í körfuboltanum í Íslandi kvennamegin. Ég klálega, mér finnst svona við talaðum bara svona alveg bara óháði að vera káur eða þjálfari káur, þá svona við kannski þurfum að fara að hugsa hlutina þessu bara nýtt hvernig meina, þannig að okkur við erum vandræða með að halda stelpunum nógu lengi inni. Við erum hægt að 8 tímum fyrir þetta sem náttúrulega aðeins komið meira það að sleppur sér endast lengur og eins og við gerum í káur þá voru við lendið í því að bara ár eftir ár voru að spila á liði sem voru með fá og uppalda leikmenn. Það voru ekki mikið uppbyggðum káu-stelpum, þótt á stelpur sem voru kannski búin að vera í svolítið tíma í félaginu og náttúrulega fann að hugsa vel káu-félagi, þá var þetta ekki leið sem kannski leikmenn sem að hugsa káu fyrst og fremst. Þannig að sem er svona anstætt við káu-lið kallaliðið, sem núna hafa verið allir leikmenn í káu-liðinu fyrir utan Sigga, Snorra, Pavel og Gana sem eru bara uppaldir káuringar sem að fara gegnum ynglokastarfið. Og við hefum bara fundið það að þegar þú þarf alltaf að vera að sækja leikmenn annar staðar og það kemur ekki upp mikroflokkastarfi þá er þetta alltaf erfið að vera. Og núna erum við bara þeirri stöðunar káuringar að við erum að vinna fínt starfi í ynglokakvenna og það eru unga stelpur sem eru fann að fá tækifæri í fyrstundinni hjá heiðurinu vinkonuðinni sem er að standa sér mjög vel mestur. Já, Gnúberjónum. Þannig að það er vonandi og það er okkur vonum að hvernig liður eru komið upp annað við næsta árið eftir þar og byggt upp með kjarna og ungum stelpum með öðrum aðkomum stelpum kringum þær, þannig að við getum gert þetta svolítið á þeim forsetum að hafa uppeldar stelpur í bandi við góða leikmenn. En sérðu fram á það er kannski að félögin þurfa að fara að taka þessu svolítið til bara saman þess að byggja upp kvennakörfuna á Íslandi, því að nú er þetta alltaf svo rokkandi upp og niður með hvernig gengur með kvennakörfuna? Maður veit ekki, þetta er svo skrítið. Maður kannski passa sig hvernig morða hlutum að sjá þannig haukana sem eru búin að vinna frábært uppeldisstarf og sinna sínu starfi vel og fá tilbaka helinu og allt að gerast og allt innu bara eins og hendið sveipa, þá hverfur allir yfir þeirra uppbaka stelpur og framvegis, þannig að þetta sé erfitt að vera inn í umhverju sem gerist. Við lendum í káar að missa þessar stelpur, aðkomustelpuna fá bara allar nánast með á sama sumrunni og þá náttúrulega setur upp í erfiðri stuði, þannig að ég veit ekki hvað er nákvæmlega sem það er að gera. Ég held að þetta kannski fer bara dýpra niður í yngstu flokkana og það er ekki svona uppbyrdi, maður sér svona sér stráka til miður er það algengar að maður sjá svona stráka bara öllum stundum út í körfubolta að reyna að komast inn í salin og fá að skjóta eða gera eitthvað. Það sé það minna hjá stelpunum og það er kannski hugafærið sem við erum að breyta að stelpunum að sjá meiri framtíð í þessu fyrir sér svona og setja upp að gera þetta á svona atvinnu sinni. En þá kannski fer ég aftur í dómsdeild karla, ég byrst afsökun að ég sé að taka á þessa línu, en hérna deildin allan að fara að stað, þið eru með 2 leiki sigraði, en hvernig finnst þið svona, er eitthvað búið að koma þér á óvart svona í þessum fyrstu 2 umferðum?
Nei, ekki þannig sko, það er alltaf að skrýta ekki með Lengjubikarinn. Ég kom mér óvart þegar að formenn félagana tóku þessi ákvörðun að finnast Lengjubikarinn að vera óþarfur og maður þetta mót sem maður kannski það þarf ekkert að vera eitthvað glamúr mót með mikla umfyllun. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst sem undirbúningur fyrir dómnastildina. Þannig að ég fyrða mig mikið á stjórnarmönnum að hafa ákveðið að slaufa þetta á formannafundi núna í vor. En öðru leitinu þá finnst mér þetta skemmtilegt því að það er gaman að sjá liðin. Ég finnst þetta leikstíl liðin að vera fjölbreytni, mér finnst þjálfararnir verða fá meiri vopnabúr til að gera hluti og mér finnst þetta að vera að koma nýjir spennandi leikmenn inn á milli. Þannig að ég held að við séum bara að fara inn í mjög skemmtilega tímabil þar sem að mikið óvæntum og skemmtilegum úrslitum með dreifist það. Við byrjum vitanlega að tala unga leikmenn. Hversu mikið mun þetta hjálpa ungu leikmennum að Hörður Axel er komin heim, Jón Arnór og eins með Hlyn Bærings? Það er fyrir okkur leiti og svo við tölum bara unga leikmenn í stjórnum í Keflavík og K.R. Þá er þetta allir strákar atvinnum frammi í fremstu fingurgóma þannig að fyrsta lagi með þessir ungu leikmenn í þessu liðum sjá náttúrulega hvernig svona menn vinna og það er engin tilvíðun þeir eru það sem þeir voru og hafa verið það sem þeir hafa verið. Það er gríðarlega vinnusami strákar og með hausinn vel skrúfan á og miklu keppnismenn og það er náttúrulega ósér hlýpnir og svo framvegis. Það er náttúrulega það sem að þessi kraftstrákar í þessum félögum að taka eftir en svo náttúrulega bara er náttúrulega upplifun að fá trúið hér fyrir marga að fá að spila mútið þessu strákum. Ég meina Hlynur er ásamt Pétur Guðmunds besti stórjumaður sem við höfum átt og Hörður Axel er búinn að vera vaxandi og sýna það að með vinnu getur gert allt og Jón er náttúrulega að öðrum málvistum besti körfuboltaþjálfari sem Ísland hefur á. Þannig að fá að spila mútið þessum og sjá þessu hverju action og það náttúrulega hlýtur að gera mikið en á samanskapið þannig að það væri frábært að þessi strákar geti verið erlendis og spila í stærri deildum þannig að getum við að fylgjast með það líka en þú berst vist ekki með tíman og ég hef trúið að stoppa eða herði verði ekki dólengi í Íslandi. Lokin áður en sleppir, þú talar þolinmæði ungra leikmanna. Nú lítur svona sem aður mjög oft út fyrir að ungi leikmenn eru að reyna að flýta sig jafnvel og hrattstundum út. Já. Er eitthvað til í því? Ég held kannski að það vandamál sig kannski minna í körfunni heldur en til dæmis í fótbolta. Ég þekki ekki alveg nóg vel í handboltanum en ég held að snúist heimurinn er aðskotið stór þannig að fara út fyrir landstíðina Íslands er náttúrulega getur lent á hans sem mismunandi stöðum og ég held að snúist alltaf hvernig aðstæður það kemst í þannig að svo bara við tökum dæmi það eru mikil menningarmunur á suður og suðurreikjunum í Bandaríkjunum og svo austurströndinni. Það er mikil menningarmunur hvort þú farir í Suður-Evrópu eða annars vegar það Skandinavíu og Norður-Evrópu hins vegar. Þannig að það er eitthvað sem það er á að gera hvernig svona strákar geta og stelpur geta að adjusta hvernig umhverfið er að fara í hvernig eru skólarnir, hvernig eru þetta er skóla sem að hlaupa sóknarleik sem að hjálpa þeim, þetta er skóla sem er þekkt fyrir að gera leikin betri, þetta er góðum deildum með slæmum deildum, er það að fara að vera að setja á bekknum með að spila, það er svona fullt af svona hlutum sem það er að taka inn í myndina þannig að það að leikmaður að fara út og spila í háskólaboltanum Bandaríkjunum getur þýtt það sem margar hluti þannig að ég held að eigi allir efnilegir og allir leikmenn á Íslandi strákar og stelpur að stefna því að fara út. Ég held að allir leikmenn þurfa að reyna að vera þolinmóð og finna réttu tækifærin og það er engin heimsendir að taka nokkur á hérna á Íslandi áður en maður fer út. Bara að sjá þau bara svo Martin sem að tekur nokkur ár var besti leikmaður mótsins og fer sér þaðan út. Það er allir gangur á þessu. Ég held að bara ég er aðalega öllum bara að leggja hart að sér og leita sér hjálpa til að vera betri og svo þegar